Þegar við eldumst, höfum mörg okkar í lágmi áhyggjur af falli og hugsum að það sé eðlilegur hluti að því að eldast. Þessi þögli ótti getur stundum hindrað okkur í að njóta lífsins til fulls, fara út eða jafnvel prófa nýja hluti. En það er mikilvægt að muna að fall er ekki eitthvað sem ójákvæmilega gerist þegar við eldumst. Ekki gleyma að gerast áskrifandi til að missa ekki að nýjum myndböndum. En þetta er góðsögn. Fall er ekki bara afleiðing aldurs, þau eru oft vegna lítilla, óáberandi breytinga á líkama okkar og venjum. Stundum er það vegna umhverfis okkar, eins og illa lagðrar mottu eða ófullnægjandi lýsingar. Aðra tíma spila breytingar á jafnvægi okkar, sjón eða vöðvastyrk stórt hlutverk. Sú hugmynd að aðeins aldur valdi falli getur látið okkur finnast við vera hjálparlaus, en sannleikurinn er mun upphörfandi. Í raun höfum við miklu meiri stjórn á öryggi okkar en við höldum. Það eru margar auðveldar og árangursríkar leiðir til að minnka áhættuna. Fall er oftast hægt að koma í veg fyrir. Það er ekki spurning örlög. Með því að tileinka okkur nokkrar góðar venjur og vera meðvituð líkama okkar, getum við dregið verulega úr áhættunni. Með því að skilja litlu breytingarnar á jafnvægi okkar, viðbrögðum og daglegum venjum, getum við endurheimt stjórnina. Regluleg hreyfing, jafnvel mild, getur styrkt vöðvana okkar og bætt stöðugleika okkar. Auk þess skiptir það miklu máli að hugsa almenna heilsu okkar, eins og að fara í sjónpróf eða gera heimilið okkar öruggara. Lítum ekki á fall sem merki veikleika, heldur sem skilaboð frá líkama okkar að vera meðvitaðri. Það er boð að hlusta á það sem við þurfum, að laga umhverfi okkar og að hugsa vel okkur sjálf. Með litlum breytingum getum við haldið áfram að lífa með sjálfstrausti og gleði. Það er aldrei of seint að byrja á nýjum venjum sem hjálpa okkur að vera sjálfstæð og líða vel. Í þessari handbók munum við rólega kanna raunverulegar ástæður fyrir því að fall gerast og hvernig þú getur komið í veg fyrir þær. Við skulum uppgötva saman hvernig við getum haldið okkur virkum, sjálfstæðum og rólegum á öllum stígum lífsins. Flest fall gerast ekki við áhættusama starfsemi, þau gerast heima í venjulegu daglegu lífi. Það eru þessar kunnuglegu stundir á stöðum sem við þekkjum utan bókar, sem stundum geta komið okkur mest á óvart. Við hugsum oft að hættan liggi í hinu óvænta, en í raun er hún miklu meira til staðar í daglegu lífi okkar. Þetta getur verið að standa upp til að svara símanum, bera þvott eða fara í eldhúsið á kvöldin.
Jafnvel einfaldar athafnir eins og að ganga stofuna eða fara upp stíga geta orðið áhættusamar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Stundum nægir illa lögmotta, dauf lýsing eða gleymdur klútur á golfinu til að breyta einfaldri athöfn í hættulega stöðu. Þessar stundir virðast öruggar, en lítil breyting á líkama okkar eða umhverfi getur komið okkur á óvart. Lítið jafnvægisleysi, veikir vöðvar eða jafnvel skert einbeiting getur verið nóg til að valda falli. Trást okkar á venjum getur stundum falið þessar litlu breytingar. Venjur okkar ganga á sjálfstýringu, þó að líkami okkar hafi kannski breyst. Við teljum okkur geta hagað okkur eins og áður, en hreyfingar okkar, sjón eða viðbrakstími breytast með tímanum. Það er auðvelt að gleyma því að líkami okkar er ekki nákvæmlega sá sami og fyrir nokkrum árum. Fall gerast oft á þeim sekundubroti þegar venja okkar passar ekki lengur við núverandi getu okkar. Og það er þessi litli munur á því sem við teljum okkur geta gert og því sem líkami okkar getur raunverulega gert sem skapar áhættuna. Þetta er ekki kæruleysi. Þetta er merki að við þurfum að huga betur að daglegum hreyfingum okkar. Að vera meðvituð þessar breytingar gerir okkur kleift að laga hvernig við hreyfum okkur og umhverfi okkar til að vera örugg. Að huga að þessum stundum er fyrsta skrefið til að vera öruggur. Með því að hægja á okkur, fylgjast með umhverfi okkar og hlusta á líkama okkar getum við komið í veg fyrir mörg fall og haldið áfram að njóta hversdags augnabliks til fulls. Jafnvægið okkar er flókið kerfi sem við tökum sjaldan eftir, fyrr en það byrjar að gefa sig. Breytingar á innra eyra okkar, taugum og sjón gerast hægt sem gerir okkur óstöðugri. Kannski tekuðu eftir stuttu hiksti eða þú grípur oftar í eitthvað til að halda þér. Þetta eru mild merki þess að jafnvægiskerfið þitt þarf meiri athygli. Að hunsa þá eykur áhættuna, en að taka eftir þeim gerir þér kleift að breiðast við snemma. Að skilja þessar breytingar er fyrsta skrefið til að koma í veg fyrir fall. Viðbrögð okkar, þessar ofurhröðu viðbrögð sem vernda okkur og hjálpa okkur að forðast daglega hættu, hækja náttúrulega á sér þegar við eldumst.
Þetta algjörlega eðlilegt og hluti af öldrunarferlinu. Heili okkar og líkami þurfa aðeins meiri tíma til að senda og taka á móti nauðsynlegum merkjum fyrir skjót viðbrögð. Hrass sem áður leiti til augnabliks jafnvægis endurheimtar tekur nú aðeins lengri tíma. Þessi seinkun, þótt lítilsi, getur verið óvænt og stundum tekið okkur úr jafnvægi. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þessi breyting ekki veikleiki, heldur náttúrulega aðlögun sem líkami okkar gerir. Þessi litla seinkun getur verið munurinn á milli þess að misstíga sig og falla. Einfalt augnablik getur breytt venjulegri stöðu í raunverulega áhættu. Þess vegna afar mikilvægt að huga að því hvernig við hreyfum okkur og vera meðvituð daglegar athafnir okkar. Áhættan kemur upp þegar við hreyfum okkur jafn hratt og alltaf og búumst við því að viðbrögð okkar haldi fullkomlega í við. Stundum hugur okkar hraða fortíðarinnar, en líkami okkar þarf aðeins meiri tíma til að bregðast við. Lausnin ekki að hætta að hreyfa sig, heldur að hreyfa sig með aðeins meiri athygli og þolinmæði. Með því að hægja aðeins á okkur, gefum við líkama okkar tækifæri til að aðlagast og vera öruggur á meðan við njótum áfram virks lífs. Gefðu líkama þínum tíma til að bregðast við, lagaðu hreyfingar þínar að núverandi getu þinni. Hlustaðu á merki líkama þíns og stiltu hraðan þinn eftir því sem hann segir þér í dag. Þessi litla aðlögun heldur verndarkerfum þínum tilbúnum og hjálpar þér að vera sjálfstæður lengur. Þetta einföld en öflug leið til að hugsa sjálfan þig á hverjum degi. Hreyfðu þig rólega og líkami þinn mun styðja þig. Með því að þróa þolinmæði og athygli í hreyfingum þínum, eykur þú vellíðan þína og öryggi dag eftir dag. Daglegar venjur okkar, sem hafa byggst upp í gegnum árin, geta orðið að földum áhættum þegar líkami okkar breytist. Venjur eins og að stökkva úr rúminu eða bera á mikið af þvotti kannski ekki lengur öruggar. Þar sem ekkert slæmt gerðist áður, tökum við ekki eftir hættunni. Til að koma í veg fyrir fall, skoðaðu vandlega venjur þínar. Þær öruggar fyrir þeir núna? Allagaðu venjur þínar varlega. Berðu minni þyngt, notaðu stól, klæddu þig í skó með hálkuvörn. Þessar breytingar ekki tap á sjálfstæði, þær til staðar til að vernda það. Aðlaga venjur þínar tryggir að þú haldir þér öruggum og sjálfsöruggum heima.
Líkaminn þinn sendir þögul merki þegar hann þarf meiri hjálp. Stutt tilfinningum hík að halda í húsgögn eða lítil otti við að falla eru snemma merki. Þetta eru ekki veikleikar, þetta eru snjallar aðlöganir. Fylgstu með þeim án þess að dæma, þá eru tækifæri til jákvæðra breytinga. Ef þér líður óöruggt, viðurkenndu það og spurðu sjálfan þig hvað þú getur gert til að líða öruggari. Að líta á þessi merki sem gagnlegar upplýsingar í stað viðvarana gerir þig sterkari. Snemma meðvitund gerir þér kleift að bregðast við áður en vandamál koma upp. Hlustaðu á líkama þinn, hann besti leiðarvísirinn þinn. Litlar breytingar heima geta skipt miklu máli. Byrjaðu á lýsingunni. Settu upp næturljós og sterkari perur á mikilvægum svæðum. Fjarlægðu hrassáhættu eins og lausar mottur, snúrur og drasl í göngum. Festu mottur eða notaðu hálkuvarnarmottur, sérstaklega á baðherberginu. Settu stöðugan stól í svefnherbergið þitt til að hjálpa þér að klæða þig. Þegar þú stendur upp úr rúminu, sestu í smástund áður en þú stendur upp. Þetta eru ekki takmarkanir þér, þetta eru snjallar aðlöganir fyrir öruggi. Heimilið þitt getur verið öruggasti og mest styðjandi staðurinn þinn. Mildar æfingar geta styrkt jafnvægi þitt og viðbrögð. Reyndu að standa á öðrum fæti á meðan þú heldur í stól eða ganga hægt til tá niður gang. Æfðu hægar og varkárar hreyfingar, til hlíðanna, aftur á bak eða einfaldlega standandi. Þessar einföldu aðgerðir endurþjálfa líkama þinn og auka sjálfstraust þitt. Byrjaðu rólega og vertu alltaf öruggur. Jafnvel nokkrar mínútur á dag geta skipt máli. Lítil æfing skref í átt að meiri styrk og sjálfstæði. Þú sýnir sjálfum þér að þú getur verið sterkur og stöðugur. Að eldast þýðir að aðlagast, ekki að hrynja. Að koma í veg fyrir fall jákvæð ákvörðun til að njóta lífsins til fulls og sjálfstætt. Litlar breytingar, að hægja á sér, hreinsa rýmið þitt, æfa jafnvægi eru athafnir sjálfsumönnunar. Þú gefst ekki upp fyrir aldri, þú sigrar hann með visku. Styðjið hvort annað, haldið forvitni og verið góð við ykkur sjálf. Líkaminn þinn á skilið virðingu þína og athygli. Með þessum skrefum getur þú haldið áfram með sjálfstrausti og ró. Ef þér líkaði þetta myndband, ekki gleyma að gerast áskrifandi, deila því og líka við það.